ætlum að halda áfram með verkefni 1 og við kláruðum hérna að fara yfir akkur dist og generate og akkur þessi struktúr aðeins á hann. Svo vorum við að byrja að setja þetta upp á Netlify, lentum í bug og við ætlum núna að setja laga build og setja svo upp á Netlify. Þannig við ætlum að gera það og það svona fyrsti checkpunkturinn okkar hérna. Og þá ætla ég að checka allt inn og þá getið þið séð í raun hvað við gerðum og getið afritað og haldið áfram fyrir ykkur. Ok, þannig að ég eyddi hérna möppunni dist. Þannig að hún ekki lengur hérna, hún var hérna áður og ef ég reyni núna að keyra hérna npm run build generate þá fáið einhverja villu hérna. Við getum ekki búið til þessa skrá sem við ætlum að búa til hérna og út af því að mappan ekki til. Þannig ef við lögum þetta með því að gera dist hérna og keyrum þetta, að þá þetta í lagi. Þá sjáum við að mappan verður til hér. En ef við keyrum npm run build, ruin build, like it. Þá byrjum við á því og ef við skoðum þá þetta hérna, þá byrjum við á því að eyðinni með þessu rimraf sem í raun bara það sem stundum kallað þetta hérna, þessi rimraf, bara remove til þess að við sem passa upp á að við skiljum ekki eftir okkur eitthvað sem við viljum ekki gefa út, þá eyðum við henni fyrst og svo keyrum við þetta aftur. Þannig að þetta svona clean skref, við erum bara að passa upp á það að við séum að gera eitthvað alveg frá grunni. En þá eyðum við henni og þá þýðir að hún ekki til og við búum henni ekki til og við getum ekki búið til skrá inn í möppu sem ekki til. En við getum búið bara til möppuna. Þannig að þá getum við sagt hérna efst að þá viljum við búa til dist möppu ef ekki til. Þá getum við notað svona file aðgerð og þá getum við sagt const dist path bara dist, ok? Og svo getum við þá fundið úr hérna fs hvað við höfum að kalla í. fs create eða make, hann var eitthvað mkdir, mkdir, makedir. Það rýmar bara við hvað þetta kallast í hérna skilinni. Ok? Þá sjáum við hérna, þá fáum við aftur bara skjöluna á þetta. Asynchronously creates a directory. Optional argument can be an integer specified mode or an object with a mode property and a recursive property. Þannig ég gæti til dæmis búið til recursivt margar directoryur, dist eitthvað. En við ætlum bara að búa til eina directory. Ok? Þannig þá ætlum við bara að segja dist path hérna og að þegar við erum að nota promises þá þetta promise of void. Og hvað þýðir það og hvað þurfum við þá að gera til þess að í framhaldinu? Fyrsta spurningi, hvað þýðir promise of void? Hvað haldið þið? Þið ekki vita, Lofar eitthvað sem ekki til? Já, void í raun að það kemur ekkert tilbaka. Það ekkert skilagildi. Þannig að það ekkert skilagildi, þetta gekk eða ekki. Þetta í raun sama og skila undefined. Þá að tala að fall skili void í JavaScript. En það í raun, að því undefined eru einhverjar upplýsingar, að hann þetta að segja að þetta í raun engar upplýsingar, þetta bara voidið. En út af því að þetta promise, þá þýðir í raun að þetta tekur eitthvað tíma, þetta asynchronous aðgerð. Þannig að eins og við erum með þetta núna, þá þurfum við að gera eina breytingu til þess að þetta virki sem skildi. Await. Þegar við gerum það ekki, að þá mun í raun event loopan segja hérna asynchronous aðgerð sem á að gera. Setur það í bókhaldið hjá sér, ef þið horfið á hérna fyrirlesturinn frá honum Jake Archibald, heldur sér áfram að keyra, ok, það eru fleiri línur að keyra, búm, keyri þetta hér og reynir sín að skrifa hér og segir, þetta hérna mjög líklegt að gerist áður en að þetta verkefni sem við setti í bókhaldið og kemur tilbaka klárist. En þá segir hún aftur villa, að síðan leið og við klárum forritið, þá heldur áfram e-mail-loopan og segir, hérna, það búið til directoryna, en það eftir að við reyndum að búið til skrána inn í directoryni. En ef við setjum að wait, þá býður
event loopan með að keyra restina af kóðunum þangað til að þetta verkefni er búið. Þannig að hún keyrir, það getur verið eitthvað annað sem er í gangi líka og svo segir hún að þetta er komið, þá held ég áfram. Hún merkir svona continuation, ef þið hafi heyrt það í hérna, því hvort það sé farið yfir að forritunarmálum. Við stöðum bara keysluna á forritinu, geymum alla stöðunni í því og höldum áfram þegar að þetta er búið. Þannig að await hér og þá erum við góð. Spurning? Jú, og það er það. Og það er hérna, en við þurfum í raun ekki hérna, en við þurfum það eftir út af því að við hættum strax. Þannig að þetta er tripwire hérna, þetta er bara að bíða eftir ef við lendum í vandræðum með þetta á eftir út af því að þá þurfum við að skrifa fleiri möppur, eða fleiri skrár. Ok, þannig að núna segjum við hérna, ok, await, frábært, og núna áður en að ég deploya þessu, segjum við þetta hérna líka, og þá ætla ég að prófa þetta hérna eins og ég gat, af því ég gat séð þetta, ég gat reproducea þetta locally, þannig ég ætla að prófa þetta locally áður en ég prófa þetta á Netlify. Þannig að þá get ég bara sagt npm run build, ok, virkaði, ok, prófum það aftur, ok, prófum hérna að eyða þessu og hérna bara hversu mikið viljum við vera að prófa þetta, ok, frábært, virkar, git add punktur, git commit, message, fix, laga, dist, möppu í, já, ekki frábært en heldur ekki hræðilegt og git push. En nú er þetta komið bara yfir í repoið sem við vorum með hérna en ekki í repoið sem við vorum með á hinum staðnum. Þannig að nú þarf ég að hoppa hérna og gera smá git remote add vef origin og ég ætla að taka bara slóðuna hérna, ok, og ég ætla að segja git pull vef origin main. Þannig að núna var ég að segja, heyrðu, nú ætla ég að eiga mér 2 upstream og ég ætla að segja pullaðu úr vef origin upstreaminu og draga það hingað og svo ætla ég að pussa því yfir í mitt. Þannig að svo segja ég git push origin main. Þannig að núna á þess að hafa gert nokkuð þá færði ég þetta commit líka inn í þetta hérna repo. Skiljið hvað ég geri? Þannig að ég bara bjóð til 2 af því að remote geta verið eins mörg og við viljum. Þau geta verið 0 til n. Þau geta verið n og n getur verið heiltala frá 0. Þannig að ég get bara sagt þarna og svo get ég púla þaðan og púsa þaðan. Og þetta getur til dæmis verið þið eru að keyra eitthvað verkefni og þið eru með einhvern viðskiptavin sem er líka, þú veist, vill líka eiga afrit af kóðanum. En þið eru satt með ykkar staging umhverfi í ykkar hýsingu. Þá get ég púsað í staging umhverfi hjá ykkur sem er bara eitthvað prófuna umhverfi sem að þið stjórnið en svo er þið tilbúið með einhvern feature og þá púsið þið til viðskiptavinarins. Og þá getum við verið með sama, við erum með fleiri upstream. En ok, við þetta hefði þetta robotinn hjá Netlify að grípa þetta og við sjáum hérna jákvætt, published. Þannig að við förum hérna, new file uploaded, one generate page change, ok, eitthvað. Förum í building núna, þá sjáum við hérna, við erum ennþá að logga allt og mikið hérna, við lögum það síðan. Búm, allt og mikið. Og svo kemur bara hérna, copy, public, dist, flat, eitthvað, section completed, ok. Engin villa, frábært. Þá kemur deploying, starting to deploy site from dist, calculating files to upload, one new files to upload, heldur áfram, clean up, ok, post-processing complete, site is live. Þannig að þá get ég farið núna og gert preview, nei, ég ætla nú ekki að gera preview, ég ætla að fara bara í project overview og segja hérna, þannig að bara slóðina þessu. Ok, akkur fæ ég page not found núna? Það vantar index.html. Ef það er ekki index.html þá segir hún það er ekki neitt. Við vorum með þetta sem saga.html og hér erum við með þetta. Þannig hér fáum við þetta sem við gáum út. Og ef ég reynir núna að segja eitthvað package.json þá segir hún bara not found. Þannig við erum ekki að gefa út forritið okkar, við erum bara að gefa út niðurstöðu þess að keyra forritið okkar. Ok.
Þannig að þá er þetta lagað og ég ætla að laga eitt hérna í áruna við þetta sem er að taka þetta út og segja git add punktur gsc, það er git commit m fix fjarlægja console log og git push, það pushar. Ok, þannig að þá getum við checkað laga build og uppsetningu á Netlify. Eitthvað annað sem hefur komið, þannig að kannski við getum sagt hérna búa til index.html. Það er eitt verkefni sem þarf að gera áður en við klárum þetta verkefni. Eitthvað annað sem hefur komið upp áður en við skellum okkur í næsta og ef við erum sammála því að það sé að skoða pass og skrifa test fyrir það. Ok, þá höldum við áfram. Sjá, ég ætla svona og taka það upp sérstaklega.